Ok, Eva segir að það heyrist vel í mér. Heyrðu, velkomin á kynningafund Veganúar 2021. Ég heiti Valgerður Árnadóttir og ég er formaður Samtaka grænkera og ég ætla að vera með þennan fund fyrir ykkur. Þetta er ansi óhefðbundið fyrir mig. Ég hef vön að vera á sviði í Bíó Paradís hef ég verið undanfarin ár. Þetta er held ég 4. sinn sem að ég er með kynningafundin en ég hef aldrei verið ein með hann áður. Vanalega er varaformaður líka en hún Vigdís Fríða sem er varaformaður samtakana, hún eignaðist barn núna 1. janúar þannig að hún er löglega afsökuð og ég bara óska henni og allri fjölskyldunum til hamingju með litla barnið. Ég vona að ég komist samt vel undan þessu eða komið þessu vel til skila sem við erum að fara að ræða hér. Ég vil endilega spyrja mig spurninga. Þið gerir það bara með því að setja athugasemd hérna fyrir neðan livestreamið spurningar hér á Facebook. Ég ætla að stikla á stóru varðandi veganisma og margvísleg áhrif þess lífstíls á heilsu, á umhverfi og á dýrin. En sjálf er ég búin að vera vegan í 5 ár. Ég tók þátt í Veganúar 2016 og hélt svo áfram. Er búin að vera vegan síðan og ég mæli bara eindregið með að pröfa Veganúar vegna þess að það er bara ótrúlega margt sem maður lærir á þessum mánuði og ég ætla bara að vinda mig í þetta. En ef ekki byrjaðu hvað það er að vera vegan. Veganismi er lífsháttur þar sem leitast er við að útiloka og forðast eftir fremsta megni hagnýtingu og ofbeldi gagnvart dýrum, hvort sem það á við fæðu, fatnað, skemmtun eða aðra neyslu. Og þetta er eiginlega bara spurningum að við gerum okkar besta. Það er engin fullkomin, það er engin vegan lögga að fara að skamma þig ef þú gerir mistök og þú mátt ekki vera of hörð eða harður við sjálfa þig vegna þess að það er erfitt að byrja. Það tekur tíma að læra að elda og versla inn og þú veist hvað þá þegar maður fer út í það að hugsa snyrtivörur, fatnað og annað sem maður er að versla inn hvort að það sé vegan. Þannig að ekki hafa áhyggjur. Við gerum öll mistök og það er enginn að dæma. En hvers vegna ættum við að taka þátt í Veganúar og hvers vegna ættum við að pröfa að vera vegan? Framleiðsla á dýrum til manneldis er eitt stærsta og víðtækasta vandamál sem við mannfólki stöndum frammi fyrir í heiminum í dag. Umhverfi, ef við tölum umhverfismál, þá er framleiðsla á dýrum til manneldis, hún hefur margvísleg stórtæk eyðileggingaráhrif á náttúruna. Ef við lítum á siðferðishlutann sem er einmitt ástæða þess að ég varð vegan, en ég varð vegan sjálf fyrir dýrin og það var ekki fyrir að ég mætti á einmitt svona kynningafund, svona kick-off-fund þannig 2016 á hún Sæunn sem þá var í stjórn Samtaka grænkera, hún sagði kjötæta á hjóli mengar meira en grænmetisæta á Hummer. Og þarna 2016 þegar hún sagði þetta, þá hafði ég ekki hugmynd hvað dýraafurðaiðnaðurinn mengaði mikið. En við sem höfum fylgst með síðan, við höfum náttúrulega séð alveg ótrúlega stórar og góðar rannsóknir og skýrslur sem sýna hvað dýraiðnaðurinn menga mikið og svo höfum við líka bara kannski séð það sjálf með berum augum. Við ætlum líka að fara í það hvað veganismi gerir fyrir heilsuna. Fólk í velmegandi löndum deyr aðalega úr ósmitbærum lífstílssjúkdómum sem hafa tengsl við neyslu á dýraafurðum. Þá erum við að tala lífstílssjúkdóma eins og hjartavandamál, sykursýki 2 sem er áunnin sykursýki og ýmis önnur lífstílstengt vandamál sem að fólk er að díla við. Og núna náttúrulega hefur kannski bæst við kórónuveiran og aðrar veirur sem að jafnvel munu koma í framhaldinu. Takk fyrir, ég var að fá kaffi hérna sent. Það er ágætt, það er bara mjög heimilislegt hérna hjá mér. En ég ætla bara að byrja á kynningunni. Umhverfisáhrif dýraafurðaiðnaðarins. Eins og ég sagði áðan, þá vissi ég ekki fyrir en ég fór að kynna mér málið, hversu slæm áhrif dýraeldi hafði á umhverfið. En dýraeldi er valdur að 90% eyðingar regnskóganna.
Ræktun korns til dýraeldis þarf 18 sinnum meira landflæmi en ræktun fyrir mannfólk. Í þróunarríkjum Afríku, þar sem fólk sveltur, ræktað korn. 80% af því korni sem ræktað í Afríku flutt til dýraeldis fyrir fólk á vestrænum löndum. Í vestrænum löndum. Ein kú drekkur 10 sinnum meira vatn en ein manneskja. Við kannski hugsum ekki mikið vatn hérna á Íslandi vegna þess að við erum ennþá svo heppin að vera með nóga vatni og með hreint vatn. En víða í heiminum vatn af skornum skammti og þess vegna þarf að huga að því að vera ekki að nota mikið vatn þegar maður að framleiða mat. Og þar sem að kú gefur okkur ekki það mikið tilbaka í sínum afurðum að það borgi sig að hún drekki 10 sinnum meira vatn, þá það líka umhverfisvandamál. Það hefur verið reiknað út hvað þarf mikið vatn fyrir einn hamborgara, sjáðu til. Einn hamborgari sem um 200 grömm þarf 2500 lítra vatni. Það samsvarar 60 sturtuferðir. Þannig að ef þú ferð í sturtu eins og mjög margir einu sinni á dag, þá þetta 2 mánuðir af sturtuferðum sem fer í þennan eina hamborgara. Þannig að við getum séð að þetta algjörlega glórulaust. Hérna mynd af því hvernig þetta svona svart og hvítt. Maður vill oft sjá þetta bara frekar í mynd. Til að fæða eina manneskju á hefðbundnu fæði meðalmanns í Bandaríkjunum, þar sem að þessi rannsókn var gerð, þarf landflæmi sem nemur 2 fótboltavöllum þegar tekið til greina fæði sem ræktað fyrir dýrin sem hann borðar. En með jafnstóru landflæmi hægt að fæða 14 grænkera sem borða plönturnar beint í stað þess að borða þær í gegnum dýrin. Ef við ætlum að halda áfram að framleiða dýr og dýraafurðir á þeim hraða sem við gerum núna, ef við ætlum að borða jafn mikið af dýraafurðum og við erum að gera núna með þeirri fólksfjölgun sem að verða í heiminum, þá þurfum við innan tíðar 3 plánetur. Það náttúrulega ekki í boði. Við höfum ekki landflæmi til þess að rækta allir þessi dýr. Og prótínið sem svo oft spurt hvort að við séum ekki haldin einhverju prótínskorti sem erum á plöntufæði, þá kemur prótínið auðvitað fyrst úr plöntum. Það eru dýrin sem við erum að borða, þau borða plöntur og fá prótínið þaðan og svo eru við að borða dýrin. Þannig að þetta í rauninni bara svona þriðji aðili sem við erum að borða plönturnar í gegnum. Ef að við hins vegar myndum öll verða grænkerar sem það kannski eins og maður sér það núna, þá þykir manni það ólíklegt, en ef það skyldi gerast, þá myndu 5 milljarðar fótboltavalla af landflæmi geta breyst aftur í skóglendi. Við þyrftum ekki allt það landflæmi sem við erum að nota núna til þess að rækta korn og grænmeti og ný dýr. Við þyrftum ekkert á því að halda til þess að rækta fyrir okkur mannfólkið ef við öll borðum bara sjálf plönturnar. Heldur gætu við endurheimt skógana sem við erum búin að vera ansi duglega að eyðileggja, eins og höfum séð á brununum í Amazon-regnskóginum og víðar. Ef við skoðum líka hvað við höfum gert við villt dýr, þá hér súlurit. En fyrir 10.000 árum síðan, þá leita svona út eins og hérna á fyrsta súlurítinu. Þetta græna sem sagt villt dýr sem lifa bara í náttúrunni, enda vorum við ekki farin að hefja búskap þannig fyrir 10.000 árum síðan. Þá voru villt dýr, það sést þannig pínulítil rauð rönd. Þá voru sérst villt dýr 96% af þeim sem bjuggu á jörðinni, en við mannfólki vorum 4%. Í kringum aldamótin 1900 þá þetta heldur betur búið að breytast. Þetta bláa eru sem sagt húsdýr sem við mannfólki höldum, en þá voru húsdýrin orðin 60% af þeim sem bjuggu, og það verið að reikna þetta í landmassa. Þetta eru sem sagt, þessar tölur hérna eru 1 milljón tonn af landdýrum og við erum talin til landdýra, þannig að það eru landdýr sem eru græn, það eru villdýr, svo bláa, það eru húsdýr og svo rauð, það eru við. Og það ekki verið að taka dýrin í sjónum með í reikningin. Þannig að
Fyrir 120 árum síðan, þá var þetta búið að breytast ansi mikið. Þá voru húsdýrin í kringum 70%, villt dýr 15% og við 15%. En núna þetta heldur betur búið að breytast. Okkur búið að fjölga, enda byrjuðum við líka að borða meira og framleiða með verksmiðjuframleiðslu, þá fór okkur líka að fjölga. Og í dag þá einungis 4% af þeim dýrum sem tilheyra í heiminum eru villt dýr. Það eru 96% af þeim dýrum í heiminum sem eru á lífi í dag eru dýr í dýraeldi. Og það sýnir sig bara að bæði höfum við fækkað villtum dýrum til muna. Þau eru ekki að fjölga sér á meðan að við erum að fjölga okkur og við erum að fjölga húsdýrum, þá er villt dýr í útrýmingu. Og ef þið hafið til dæmis, sem að ég mæli með, að horft á nýjustu myndina David Attenborough, sem myndin One Planet, ég mæli með henni, hún á Netflix. Það í rauninni myndin sem hann vill skilja eftir sig til framtíðarkynslóða og til okkar. En þess að hann að biðla til okkar sem vísindamaður, sem hefur lagt allt sitt líf í að vekja athygli okkar og leyft okkur að kynnast villtum dýrum, hvað við erum að gera, hversu illa við erum að eyða heimilum þeirra. Við hófum verksmiðjubúskap þarna snemma á 20. öld fyrir alvöru, og það iðnvæðing og vélvæðing búskapar sem olli því að súluritið eins og það árið 2000. Og þetta væri náttúrulega dásamlegt ef við myndum snúa tilbaka. Ef við tökum losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, þá 14% losunar hægt að rekja beint til landbúnaðar, og þar munar mest metanrópa jórturdýra. Metanið sem sagt 20–30 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. Og metanið verður til í iðragerjun í meltingafærum, þannig að þetta metanrópi og prump sem veldur þessari mengun. Þessi mynd sem þarna, þar sem sýnt að samgöngur alls eru 13% af losun, og þarna verið að tala um allan heiminn. En þegar að litið til dýraeldis, þá það 51% ef maður tekur til greina hversu öflug gróðurhúsalofttegund metanið Þarna til hliðar skífurit sem að lýsir því, sem segir okkur frá því hvaða búskapur það sem veldur mestri losun á Íslandi, og þetta græna á skífuritinu, það sem sagt sauðfé, en í krafti fjöldans, vegna þess að við erum með mest af sauðfé á Íslandi, þá auðvitað losar sauðfé mest. Og þetta appelsínugula, það eru nautgripir og mjólkurkýr þar með. Það má ekki gleyma því þegar talað nautgripi og losun þeirra, að það verið að tala mjólkurkýr líka, sem náttúrulega miklu fleiri mjólkurkýr á Íslandi heldur en nautgripir. Ókosturinn við metan að hann töluvert öflugur og skaðlegri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur, en kosturinn þó að metan hreinsast fyrir úr andrúmsloftinu þegar hægt að framleiða það. Þannig að við erum fljótari að hreinsa andrúmsloftið með því að hætta að framleiða vörur sem að búa til metan, sem að orsaka metanlosun, heldur en ef við hættum til dæmis að keyra bíla. Þannig að auðvitað eigum við að stuðla að því, ef okkur andum umhverfið, að bæta samgöngur og gera þær umhverfisvænni, en það bara svo stórt og gríðarlegt skref sem við þurfum að taka í því að minnka framleiðslu dýraafurða. Afsakið. Fyrir hvert kíló af dilkakjöti sem framleitt á Íslandi að meðaltali losuð 264 til 387 kíló koltvísýringsígilda út í andrúmsloftið. Kolefnisspor íslenskar sauðfjárræktar með því stærsta í heiminum, en til samanburðar meðal kolefnisspor flugfars frá Íslandi til Evrópu talið nema 250 til 350 kílóum
koltvísýringsígilda á hvern farþega. Sé mikið af framræstu landi, það er mikið af framræstu landi á sauðfjárbúum sem ekki er nýtt til túnræktar og fé beitt á haglendi sem er í slæma ástandi og þá geta gildin jafnvel orðið hærri en 1 tonn koltvísýringsígilda fyrir hvert kíló af kjöti, sem er þá fjórfalt þetta sem að við erum að líta til, sem væri þá 4 flugferðir ef að nýtingin á framræstu landi er slæm. En þetta kemur fram í nýrri rannsókn sem kom út bara núna í lok 2020 sem hann Ólafur Arnalds prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands og Jón Guðmundsson lektor þar gerðu. Og ég mæli með að maður kynni sér þetta betur. Þessi skýrsla er mjög áhugaverð. 2000 og við urðum, ég get varla trúa því að það er liðið ár síðan að við vorum öll að fylgjast með fréttum frá Ástralíu. Við sáum öll hvað þetta var gríðarleg eyðilegging og hræðilegar hamfarir sem áttu sér stað, en svo kom COVID og við hættum að sjá fréttir af þessu. En eldarnir í Ástralíu hættu samt ekki fyrr en í maí, þó að við hefum hætt að sjá fréttir af þessu kannski í febrúar. En á þessum tíma, frá júní 2019 til maí 2020, þá brunnu 18,6 milljón hektarar lands í Ástralíu. En það eru 186.000 ferkílómetrar sem að samsvara næstu 2 Ísland í flatarmáli. En Ísland er 103.000 ferkílómetrar. Það hefur tíðkast í Ástralíu og víða, eins og í regnskógum Amazon, að bændur kveiki reglulega í ræktarlandi til að hefja það ræktun upp á nýtt. Þeir sem sagt að hreinsa út gömlu plönturnar sem eru þurrar og dauðar til þess að rækta aftur upp jarðveginn og rækta nýjar plöntur, þannig að þeir kveikja í. En vegna hækkunar hitastigs og þurrka þá hafa þessir eldar farið úr böndunum og orsaka þá miklu og óafturkræfu eyðingu sem hefur verið á þessum svæðum og þýtt útrýmingu margra dýrategunda. Við vitum ekki hvort að til dæmis kóalabeininni munu jafna sig aftur, en þeir eru bráðri útrýmingarhættu og það dóu ekki bara milljónir, heldur milljarðar dýra í þessum eldum í Ástralíu núna í fyrra. Fólksflótti í heiminum má einnig rekja til hamfarahlýnunar vegna þess að hækkandi hitastig og þurrkar hafa valdið uppskerubresti víða og fólk flýr hungur og örbirgð. Þannig að þegar við erum hissa á því hvað það er rosalega mikill fólksflótti frá Afríku yfir til Evrópu, þá verðum við að hugsa það að það er í rauninni okkur að kenna. Það eru við sem erum að krefjast þess að það sé verið að rækta korn og sojaafurðir og annað ofan í dýrin til þess að við getum borðað þau á svæðum þar sem fólk hefur ekki nóg fyrir sig. Og þar sem við erum að rækta afurðir sem að hækka hitastig jarðar, þá náttúrulega verða þurrkar meiri á þessum landsvæðum og uppskeran bregst og eitthvað þarf fólki að fara, það þarf að fá að borða. Þannig að ég vona að við séum öll opin fyrir því að taka á móti öllu því fólki sem þarf á því að halda, vegna þess að þetta er vandamál sem að við sköpum og við berum ábyrgð á. Við búum á Íslandi og við erum fiskiþjóð og þegar maður verður vegan þá fær maður mjög oft þá spurningu, en finnst þér ekki svolítið öfgafullt að hætta að borða fisk? Ég meina það er nóg af fisk í sjónum, en er nóg af fisk í sjónum? Það er ofveiði stunduð á 3/4 af hafsvæði jarðar. Fyrir hvert kíló af fiski sem veiddur eru 5 kíló af óæskilegum fiski og sjáardýrum fargað. Það er að segja, þú fær kvóta fyrir eina tegund af fiski og þú ferð til að veiða hann, en þú fær fullt af öðrum fiski í netið þitt. Og þar sem þú ert ekki með kvóta fyrir hann og þú ert ekki með kaupanda fyrir hann, þá bara hendur honum aftur. Þetta hefur tíðkast í 20 ára. 90 til 100 milljón tonna fiski voru veidd núna í fyrra og brottkast fisks er alltaf 40%. Fiskistofnarnir ná með þessum hraða sem við erum að veiða og með þessu gríðarlegu magni sem við erum að veiða ekki að endurnýja sig
og mörg dýr eins og hvalir, hákarlar og skjaldbökur í útrýmingarhættu vegna veiða. Við erum náttúrulega að ganga á þeirra fæðu og skilja eftir alls konar rusl í sjónum sem þeir borða og drepast af, þannig að við erum líka með því að stunda svona mikla ofveiði að valda því að önnur dýr deyi. Að öllu óbreyttu verður nánast engin fiskur í sjónum árið 2048. Þetta kemur úr skýrslu sem American Association for the Advancement of Science gerði 2006. Eftir þetta þá hefur verið farið út í einhverjar aðgerðir til þess að sporna við þessu og vonandi verður ekki þessi svartsýna spá sem þó leit út fyrir að yrða veruleika, vonandi verður hún ekki að veruleika 2048. Þannig að við viljum ekki útrýma fiski. Til þess að kynna ykkur betur hvernig fiskurinn hefur áhrif á umhverfið og hvernig brottkastið og annað, þá mæli ég með að horfa á þetta þrennt. Það voru mjög góðir þættir frá Kveik árið 2017. Ef þið farið inn á RÚV þá getið þið séð það. Ég tók skjáskot af því, þetta birt á RÚV 21. nóvember 2017 og sýnir sem sagt hvernig brottkast fisks hérna á skipum á Íslandi og sögur frá sjómönnum sem að segja frá. Þetta eru mjög vandaðir þættir eins og allt frá Kveik og ég mæli með að kíkja á það. Einnig verðlaunamyndin Blackfish, ótrúlega áhugaverð. Ég mæli með fyrir alla sem eru að íhuga að vera vegan og taka þátt í vegan og eru að horfa á Blackfish. Þetta opnaði augu mín. Ég var fiskgæta áður en ég varð vegan. Ég var búin að vera það í mörg ár. Ég hætti að borða kjöt en hélt áfram að borða fisk og mjólk og egg. Og ég man það einu sinni, þá var samstarfskona mín eitthvað hugað því að pröfa að vera vegan og ég að borða fisk í vinnunni og hún eitthvað að spyrja mig og af hverju borðar ekki dýr og ég segi já, ég borða ekki dýr vegna þess að þau finna til og ég vill ekki vera valdur að þjáningu dýra. Og þá sáum við mig, býtu, en fiskar finna alveg til, sko. Fiskar eru bara ekkert eitthvað tilfinningalausar verur sem að lifa í sjónum. Og ég man hvað ég var rosalega móðguð. Ég bara sat þarna með fiskinn minn og hún var bara að eyðileggja fyrir mig máltíðina og mér fannst þetta svo rosalega dónalegt og ég bara, þú veist, já. En þegar ég fór að hugsa það, ég sko af kynslóðinni sem að dýrkaði Kurt Cobain og hann söng það að hann borðaði fisk vegna þess að fiskar finna ekki til og hafa trú á því síðan ég var 13 ára. Ég meina, halló, gat ég ekki aðeins kynnt mér máli, þannig að ég fór að kynna mér þetta. Og jú, fiskar þeir hafa vitsmuni, þeir finna til og við erum að ofveiða þá. Þetta ekki gott fyrir umhverfið og í dag þá náttúrulega svo mikið af plast í fiski sem kemur á næstu mynd sem ég vil mæla með. Það heitir A Plastic Ocean. Þar farið yfir hvaða mikið plast í sjónum. Við vitum að við erum búin að vera að nota einnota plast alveg gríðarlega en þið gerir ykkur kannski ekki grein fyrir hvað gríðarlega mikið plast notað til þess að veiða fiskinn. Hvað rosalega mikið af netum og nótum og alls konar baujum og öðru í sjónum frá fiskiskipum sem hafa bara skilin eftir í sjónum sem alls konar dýr að festast í, eins og við sjáum á myndinni hérna af skjaldbökunni. Hún algjörlega föst í þessu. Og þetta líka að drepa dýrin. Ekki nóg með að dýrin í sjónum sé að borða plastið, heldur þau líka að flækjast í netunum og drepast út af því. Þannig að þessar 3 myndir frá Kveik, Blackfish og Plastic Ocean, ég mæli með þeim. En ég fór sjálf á fund með samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi fyrir 2,5 ári og ég spurði þá, því ég hefði miklar áhyggjur af vistspori þessa veiðafisk, hver framtíðin? Og þá sögðu þeir fiskeldi í sjó framtíðin. Og ég hafði nú eitthvað smá lesið fiskeldi í sjó og leist ekki alveg á blikuna.
Fiskeldi getur valdið margvíslegum umhverfisáhrifum og umhugsunarvert að oft aðeins einblínt á kolefnissporið, það er að segja losun gróðurhúsalofttegunda sem valda loftslagsbreytingum. Samkvæmt grein Evu Ingvadóttur efnaverkfræðing og Gyðu Mjöll Ingólfsdóttur umhverfisverkfræðing hjá Eflu, sem þessi mynd fengin úr, þá sýna niðurstöður að framleiðsla fóðurs veldur stærstum hluta umhverfisáhrifa í virðiskeðju eldislax, aðallega vegna öflunar og vinnslu sjávarafurða og plöntuhráefna í fóður. Kolefnisspor eldislax reiknað 2,6 kíló af CO2 ígildi fyrir hvert kíló af slagðum fisk. En greinina sem ég að vísa í má lesa í heild sinni í vefútgáfu Fiskeldisfrétta. En til þess að fara aðeins betur í þetta sem sagt súlurit úr þessari skýrslu sem sýnir að það margt sem þarf að líta til þegar verið að tala að fiskeldi mengi. Það eru gróðurhúsaáhrif, það næringarefni, þetta hefur áhrif á næringarefni bæði í ferskvatni vegna þess að það líka verið að rækta fisk í landkvíum en líka í sjókvíum og það sést að þetta mun verra fyrir næringarefni í sjó. En þess að næringarefni í sjó þurfa að endurnýja sig. Það vistkerfi í sjónum sem þolir ekki að sé verið að dæla í sjókvíarnar svona miklu af soja og repju og korni sem löxunum gefið og það verður náttúrulega að skít sem fellur niður á botninn og það endurnýja sig ekki. Þannig að þetta hefur þessi stóra súla, gráa súla, þegar verið að tala næringarefnaauðgun í sjó, hún ansi sláandi. Svo verður að taka með í reikningin súrt regn og eituráhrif á fólk, efni sem eru krabbameinsvaldandi sem sagt í fiskinum og önnur eiturefni sem eru ekki krabbameinsvaldandi en ekki holl fyrir fólk. Svo visteituráhrif, eyðing auðlinda og vatnsnotkun. Þetta þarf allt að hafa í huga. Samkvæmt, ég ætla að lesa núna text úr greininni. Önnur mikilvæg umhverfisáhrif sem tengjast virðiskeðju fiskeldis og mikilvægt að þekkja til að mynda súrt regn sem myndast þegar regn hvarfast við mengandi lofttegundir í andrúmslofti, næringarefnaauðgun vegna losunar á efnum sem innihalda köfnunarefni og fósfor og eyðing auðlinda. Vistferlisgreiningar taka almennt ekki tillit til áhrifa sem verða vegna til dæmis notkunar lyfja og bóluefna til varnar sjúkdómum og til að sporna við lús. Og sleppingar á villtum fiski sem geta haft áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika. Í dag laxafóðrið 2/3 hluti plöntuafurðir og þá aðalega verið að nota soja og það soja innflutt jafnvel alla leið frá Brasilíu. 1/3 hluti fiskimjöl. Það sem sagt, oftast frá fiski sem veiddur við strendur Afríku og fluttur hingað og búið til úr því fiskimjöl og lýsi. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur umhverfissporið af fóðrinu sem notað í fiskeldi. Það þarf 5 kíló af soja til að framleiða 1 kíló af laxi. Þannig að, já, umhverfissporið af þessum 5 kíló af soja sem ég hefði bara getað borðað. Ég meina, ég frekar lengi með 5 kíló af soja, það ótrúlega próteinrík fæða og mjög góð. Það væri kannski betra og það hefði nýst mér í miklu fleiri og þér, í miklu fleiri máltíðir heldur 1 kíló af laxi. Þannig að þetta meikar ekki sens fyrir mér. Þar sem soja próteinrík fæða þá betra að neyta þess beint í stað þess að fá það í gegnum þriðja aðila, laxinn. Það þarf reglulega að eitra fyrir laxalús og gefa fiskum í fiskeldi fyrirbyggjandi sýklalyf eins og öðrum dýrum í verksmiðjubúskap. En ég kem kannski betur að því síðar að öllum dýrum í verksmiðjubúskap gefin gríðarlegt magn af sýklalyfjum sem fer svo í okkur og það einmitt mjög góð grein á grænkeri.is sem Benjamin Sigurgeirsson fyrrum formaður okkar skrifaði áhrif þessar sýklalyfja á dýrin og á okkur sem borðum dýrin. Fiskeldi hefur slæmar og óafturkræfar afleiðingar fyrir vistkerfi sjávar og ég hvet ykkur til að fylgjast með málþingi sem við ætlum að halda í samstarfi við Landvernd 28. janúar. Þá ætlum við að halda sérstaklega málþing fiskeldi vegna þess að
okkur mjög annt að það sé meira rætt þessi slæmu áhrif á fiskeldi hér á Íslandi, þar sem að stórir hagsmunaaðilar leggja allt sitt í að efla fiskeldi bæði í sjó og á landi. Þá komið að öðrum hluta af þremur á þessum fundi og það snýr að siðferði, dýravernd og réttindi dýra. En mörg okkar tóku skrefið í að pröfa veganúar vegna þess að okkur var annt dýr og sjálf hef ég alltaf verið dýravinur og opnaði augu mín hægt og rólega fyrir því að ég vildi ekki borða vini mína. Þetta mynd úr svínabúi á Íslandi. Kannski fæ ég að segja ykkur smá sögu af því að þegar ég var 12 ára þá var ég á ferðalagi landið og á Austurlandi þá komum við á bóndabæ þar sem voru rosalega sætir hvolpar og þar sem ég var mikill dýravinur þá leyfði mamma mín mér að eignast hvolp. Þannig við tókum okkur hvolp þannig í ferðalagi að sumri til og svo fórum við á tjaldsvæði og tjöldum og svo vöknum við, ég og hvolpurinn, við það að við heyrðum alveg hræðileg vein og það heyrðist hræðileg vein og svo heyrðist bara búm og vein búið. Svo kom aftur hræðilegt vein og búm og það var búið. En það nefnilega þannig á Egilsstöðum að tjaldstæði við hliðina á sláturhúsinu. Það var að vera að slátra svínum og ég hef aldrei séð hvolp jafnhræddan. Hann var viti sínu fjær hræðslu að heyra veinin í svínunum sem verið að vera að slátra og ég var miður mín, 12 ára gömul og þetta hafði þau áhrif á mig að ég ákvað að hætta að borða kjöt og hef staðið við það síðan. En eins og við vitum þá lifa svín ekki við góðar aðstæður. Þetta eru félagslynd dýr, þau þurfa ást og umhyggju, þau hafa vitsmuni á við hund og ég sem á alveg ótrúlega kláran hund, ég á Border Collie sem talinn klárasti hundurinn samkvæmt rannsóknum, svín koma betur út úr svona vitsmunaprófunum heldur en hundur minn. Svín getur sem sagt lært til dæmis að púsla, þau geta lært fleiri orð heldur en hundur og þarf alveg jafn mikið á félagslegri örvun og vitsmunalegri örvun að halda og hundar, en samt komum við svona fram við þau. Og hvers vegna það? Við höfum ræktað svín til þess að vera svona óeðlilega stór á stuttum tíma. Fyrir 100 árum þá voru svín mikið minni, en nú þau erfðabreytt. Við erum búin að rækta þau til þess að vera risastór á stuttum tíma og það hefur gert það að verkum að til dæmis eins og við sjáum með gyltuna sem er niðurnjörfuð til þess að hún leggist ekki ofan á gríslingarna sína. En gyltur, þær eru ekki bara of stórar og geta óvart lagst ofan á gríslingarna sína, heldur hafa þær líka móður eðli og vilja forða gríslingunum sínum frá því að lenda í fá verri örlög heldur en þau að hún leggist ofan á þau og kæfi. En við sem höfum átt gæludýr, við vitum að til dæmis ef köttur á fatlaðan kettling, þá leggst hann ofan á hann og kæfir hann. Þannig að hann veit að hann mun ekki bjarga sér í náttúrunni. Og þetta gera gyltur líka. Það má ennþá, það ennþá verið að halaklippa grísi án deyfingar og rífa úr þeim tennurnar á deyfingar vegna þess að það einhvers konar frávik frá dýraverndarlögum sem gera svínabændum kleift að gera það. Svín, þau fá aldrei að fara út, þau sjá aldrei sólarljós, þau búa þarna í þessum stíum sem við sjáum alla sína ævi, þangað til þeim slátrað. Fyrir utan hvað þetta ömurlegt líf sem að engin dýr eiga þurfa að þola, þá þeim líka gefin sýklalyf til þess að þola þetta, en samt sem áður þá koma reglulega upp hræðilegi sjúkdómar sem að fara svo í okkar mennina eins og svínaflensa og helstu svona
heimsfaraldra sem að gengið hafa yfir á síðustu 100 árum má rekja til þess hvernig við ræktum dýr í verksmiðju framleiðslu. En þess að það er ekki svínum eðlislegt að lifa í eigin skít. Það grassera auðvitað bakteríur og sýklar í skítnum. En ég hef sjálf heimsótt dýraathvarf í Finnlandi til dæmis, þar sem voru svín og það var dásamlegt að sjá það í sínu rétta umhverfi. Mér finnst leiðilegt að hafa ekki myndað því hér, ég hef gleymt að setja í kynninguna. En svín eru mjög hreinlát dýr og þar sem að þeir voru, þá voru þeir með stóra opna stíu, ekki með neinu svona bása, þar sem voru með nóga heyi og þeir grafa svona í heyið og kúra þar. Og svo fara þeir út og gera þarfir sínar. Og ég ræddi þetta nú við búfræðinginn daginn af hverju það væri ekki meira sett í þetta. Og hann sagði við mig að svín þoli ekki kulda. Og ég sagði það væri nú bara ekki rétt, vegna þess að ég var í -16 stiga frosti í Finnlandi að horfa á svínin fara út til að gera þarfir sínar og hreyfa sig og ekki var þeim kalt. Þeir fóru bara aftur inn í hlýjuna þegar þeim varð kalt. Þannig að þetta gætum við gert á Íslandi líka og ég vona bara sannarlega að við höldum ekki áfram þessum búskap eins og hann er núna. Það er oft talað það að dýrin hafa betra á Íslandi. Ég veit ekki af hverju við höldum þetta, kannski er það bara vegna þess að markasetning á íslenskum afurðum hefur verið þannig gegnum tíðina og vegna þess að fólk hefur aldrei farið inn í svínabú eða eggjabú eða kjúklingabú og hefur ekki séð aðstæðuna með eigin augum. Þessi mynd er tekin á Íslandi af varphænum. Það má hafa varphænur sem sagt, leyfið er að hafa 9 varphænur á hverjum fermetr. Þannig að ef við erum að tala hænur í lausagöngu eins og er hér, þarna er fyrirsögnin stjörnuegg hyggjast stækka bú sitt úr 55.000 hænum í 95.000 hænur. Það er náttúrulega gríðarleg stækkun og þetta er eitthvað sem við í samtökum Grænkera mótmæltum og skrifum umsögnum sem þið getið séð á grænkeri.is ef þið hafið áhuga af hverju við teljum þetta mjög slæma hugmynd. En það má sem sagt hafa 9 hænur á hvern fermetr í lausagöngu og það þýðir að ef þú býrð í 80 fermetra íbúð, sem er kannski svona meðaltal á Íslandi, 80 fermetra íbúð, og þú ættir að fylgja þessu reglum, þá mættir að hafa 720 hænur í íbúðinni. Getur þú ímyndað það ef þú lítur yfir íbúðinni og hugsar að þar byggju 720 hænur? Þú veist, er það siðferðilega í boðlegt hænunum að gera þeim þetta? Ég bara spyr. Sjálf keypti ég brúnegg á meðan að ég var ekki vegan. Ég hélt að með því að kaupa brúnegg þá væri ég að kaupa frjálsar og hamingjusamar hænur eða egg frá þeim, eins og svo margir. Kveikur aftur gerði frábæra þætti sem opnaði augu okkar fyrir hryllingnum í brúneggjum. Þetta er mynd af hænum þar og við sem höfum séð þetta í sjónvarpinu á síðan tíma, við getum ekki gleymt þessu. Brúnegg fór á hausinn yfir eina nótt og mér skilst að stjörnuegg hafi keypt af þeim húsnæði og annað. Þannig að þið eruð ekkert að kaupa neitt skárri egg í dag. Ég var sjálf grænmetisæta og ástæðan fyrir ég var grænmetisæta, eða ég var reynda fiskæta. Ég át fisk, ég át mjólk og ég át egg áður ég var vegan. Eftir ég hætti að borða kjöt þarna 12 ára. Ég hélt sem sagt að ég væri ekki að valda neinum dauða dýra eða mikla þjáningu með því að borða mjólkurvörur og egg. En þegar ég fór að skoða þetta nánar, þá fekk ég auðvitað vita og það hefði ég náttúrulega sjálf kannski átt að komast að í eggiðnaði þá eru allir karlkynsungar kæfðir. Á Íslandi eru kæfðir með útblæstri vinnuvéla, það er ekki svona hakkavélar eins og margir hafa séð. Það eru auðvitað hræðilega líka, þeir eru hakkaðir lifandi í hakkavél, en hér er oftast þeim bara hent í stóran gám og útblástur einhverja vinnuvéla eða dráttarvéla tengt við gáminn og þar kafna þeir og það getur tekið allt upp í sólarhring fyrir alla ungana að kafna. Þetta er
vegna þess að það ekki borðaðir karlkynsungar í eggjaiðnaði. Þeir eru nefnilega af annarri tegund. Kjötkjúklingarnir eru önnur tegund heldur en eggjakjúklingarnir. Og þessir kjúklingar eru þess vegna algjörlega ónauðsynlegir í bransanum og þá ber bara að drepa. Hér má sjá þróun kjöthænu frá árinu 1957. Þegar kjöthæna fæddist árið 1957 þá var hún 34 grömm. Svo fóru að erfðabreyta hænunum til þess að myndu vaxa hraðar og þau fæddust aðeins stærri. En núna sem sagt búið að erfðabreyta kjöthænum svo mikið að þær eru 4 sinnum stærri eftir 56 daga. Við erum að tala það eru ekki einu sinni orðnar 2 mánaða þegar að þau eru 4 sinnum stærri núna heldur 1957 og þetta bæði út í að búa þau eru að borða fóður sem að gera þau feitari eða vera að gefa meira að borða og vegna þess að búa erfðabreyta þannig að þeir stækki svona hratt. En þetta gerir það að verkum að kjöthænur eru mjög oft með brotin bein. Fæturnir ná ekki að þroskast á sama hraða og þær fitna, þannig að fæturnir brotna oft. Þeir eru oft með brotna fætur, brotin bein í vængjum og eru mjög illa haldin, vegna þess að það ekki eðlilegt fyrir hænur að vaxa svona mikið. En þarna 1957 þá var 2 mánaða hæna 905 grömm en í dag þá hún 4,2 kíló. Og þær eru drepnar í kringu 2-3 mánaða aldurinn og étnar. Þannig að ekki lífið langt en frekar ömurlegt samt. Þetta mynd frá Íslandi af kjöthænum og eins og þið sjáið þá frekar þröngt þau og þau búa þarna í eigin skít og það þarf mikið af sýklalyfjum til þess að sporna við því að ekki komi upp sýkingar og þau geti lifað af og þess vegna koma líka mjög reglulega upp salmonellusýkingar sem eru stórhættulegar bæði fuglum og mönnum. Ég hvet ykkur til að horfa á heimildarmyndir dýraafurðaiðnaðinn. Hann Sölvi Tryggvason gerði góða þætti sem að heita Málið og við erum með á grænkeri.is. Þá höfum við tekið saman þætti hans matariðnaðinn en þar má sjá hvernig þessum málum háttað á Íslandi og svo eru líka fleiri góðar heimildarmyndir dýraafurðaiðnaðinn. En mjólkurkýr. Þá kem ég að næsta máli sem að stóð mér nálægt. Ég var ein af þeim sem að sagði að ég geti aldrei orðið vegan vegna þess að ég elska ost. Og ég taldi mér trú það að osturinn skaðaði engan, að mjólkurkýr væri bara hamingjusamar og gæfi okkur mjólkina og það þyrfti ekki mikið til að fá mjólkina frá kúnum. Svona eins og það væru bara sjálfkrafa að framleiða alla þessa mjólk. Ég var ekkert að spá í það hvernig mjólkin var til. En kýr eru tæknisettar árlega og látnar eiga kálf. Þær ganga með kálf í 9 mánuði og kálfurinn, myndir, það eru mjög skemmtilega myndir af hvernig sæði tekið úr nautgripum. En það actually bara fólk sem vinnur við þetta. Það vinnur við það að runga nautum, afsakið orðbragðið. En já, og þeir eru bara stoltir af því og bara deila þessu á Facebook, bara flott hjá þeim. Og svo eru líka myndir af því hvernig kýr eru sætar. En það gert með svona græju eins og við sjáum þarna. Þannig verið að setja lúp á einhvers konar nautadildó og það bara troðið upp í kúna eða jafnvel með hendinni, eins og má sjá bændurna gera þarna sjálfir. En svona eru kýr sætar. Svona sæðið tekið, þetta ekki fallegt eða skemmtilegt og svona eru þær sætar. Og þetta eru bara myndir hérna frá Íslandi. Þetta var á Facebook í þessum hópi, nautastöðin hesti held ég og frá fleiri bændum. Mjólkurkýr eru tæknisettar árlega til að þær eignist kálf.
Þær þurfa að eiga kálf til að mjólka, mjólkin kemur ekki af sjálfu sér. Kálfurinn er tekinn af þeim við fæðingu og settur í annan bás. Það er ekkert eitthvað svona hamingjusamur kálfur hjá mömmu sinni. En þess að kálfurinn má ekki sjúga spenamóður sinnar vegna þess að spenarnir passa ekki í mjaltavélarnar eða verða öðruvísi í laginu. Spenarnir á mjólkurkúm eru sem sagt bara svona beint niður, svo passi í mjaltavélarnar, en ef kálfurinn fer að sjúga þá sígur hann svona út til hliðar og þá afmyndar spenarnir og passa ekki í mjaltavélarnar. Þannig að nei, kálfurinn fær ekki sjúga mömmu sína, hann fær pela. Ef kálfurinn er kvenkyns, þá fær hann að lifa áfram og fer sennilega í sama þrældóm og móðir sín og verður mjólkurkýr. En ef kálfurinn er karlkyns, þá er honum slátrað frá svona 3 mánaða til 2 ára. Það er misjafnt fyrir hvað er verið að slátra og magasýrurnar úr kálfunum er notaður í ostahleypi. Þannig að þessi dásamlega ostur sem að ég gat ekki hugsað mér að hætta vegna þess að ég var svo mikið grænmetisæta, borðaði samt ost og það drepur engan, hann er samt með ostahleypi úr maganum á kálfi. Ég get ekki sagt að það sé sérstaklega grænmetisætu vænt eftir á, en you live, you learn. Hér er fjöldi slátrara dýra á Íslandi. Hann Benjamin Sigurgeirsson sem var formaður Samtaka grænkýra tók þessar tölur saman og ég get sett líka hlekk, það er mjög skemmtilegt, hann sýndi súluritið og maður sér það hreyfast frá 1983 en matarvenjur okkar hafa breyst gríðarlega á þessum tæpum 40 árum og við erum núna að slátra 6 milljón dýr á Íslandi á ári og auðvitað mest af því hænur. Við erum mest að slátra kjúkling en við erum líka að slátra mikið af sauðfé. Það er í kringum 600.000 fé slátrað á ári og af því fer 1/4 til 1/3 beint í ruslið. Það er slátrað og það er fryst og árið eftir þegar kjötið er orðið 1 árs gamalt, þá er því fargað og það hefur trekk í trekk gerst og það er ekkert verið að fara hátt um það. Stundum hefur ratað í fréttirnar hversu mikið er slátrað en það er í kringum svona 1/4 af því sem var slátrað árið áður sem að fer bara beint í ruslið þá er fargað. Einnig þá renna náttúrulega kjötvörur út í kælinum eða á heimilum fólks. Þannig að það má segja að 3. hvert dýr sem fæðist, og þá er ég að tala um kindur og nautgripi, 3. hvert þeirra sem fæðist, það lendir í ruslinu. Þannig að þú veist, við erum alltaf að tala um að svona siðferðilega séð að þeir hafa allavega tilgang, þau eru að gefa okkur að borða. Þau lifa til þess að við getum fengið næringu. En þegar að 3. hvert þeirra í rauninni bara lifir bara til þess að deyja og enginn borðara, er það þá ekki búið að missa marks? En þetta eru bara spurningar sem við þurfum öll að spyrja okkur sjálf. Er þetta eitthvað sem við viljum styðja? Ég allavega vill það ekki. Hér má sjá eðlilegan líftíma dýra og raunverulegu líftími þeirra í dýraeldi. Kálfar eru sem sagt oftast, ef það eru sem sagt veal calves sem er svona fyrir kálfakjöt en ekki beef, þá eru þeim slátrað á fyrstu 5 mánuðum lífsins. En ef þeir fengi að lifa eðlilega þá myndir verða 15 til 20 ára gamlir. Þeir eru þarna efst og þið sjáið lífið í raun er þessi rauðasúla. Líf þeirra sem þið fá að lifa í dýraeldi og svo er hérna gráa súlan hvað þið myndi í rauninni lifa lengi ef þið fengi að lifa eðlilegt líf. Og lömbin, við vitum þá öll þau fæðast á vorin og þeim er slátrað á haustin. Ég borðaði stundum lambakjöt við hátíðleg tilefni. Það var aðalega af meðvirkni við fjölskyldu mína og aðra sem ég var að umgangast vegna þess að það var alltaf lamb á boðstólum bæði á jólunum og páskunum og mér var alltaf sagt, já en lömbin eru svo hamingjusöm, þau lifa bara frjáls úti
íslenskri náttúru og þau eru ekkert óhamingjusöm og það er farið vel með lömbin. Þannig að ég hugsaði bara, já, ok, ég borða lömb á jólunum. En það var einmitt í þættinum hjá honum Sölva sem ég sá þegar verið var að slátra lömbunum. Þau eru ekki hamingjusöm, þau eru slátruð. Þau vita alveg hvað er í gangi, þau eru að streitast á móti, það vill enginn deyja. Það eru allir hræddir ef þau gerir sér grein fyrir því að sé verið að fara að drepa þau. Og það var ekki fallegt myndskeiðið sem ég sá og eftir það þá gat ég ekki hugsað mér að borða lamb. Voðalega mikið er ég að deila frá sjálfri mér, jæja. Þá vitið þið allt um mig. Heyrðu, en ég verð aðeins að hósta. Ég ætla að taka 1 mínútna hlé og ná mér í vatn og þið getið velt þessu spurningu fyrir ykkur og meðan ég er að reyna að setja á mute. Jæja, er ekki rosa spennt að fá svör við þessum síðustu spurningum? Nú er ég hætt að tala um allt þetta svarta og leiðilega við dýraeldi. Nei, ætla ekki að, já, þetta var lélegt djók. Heyrðu, er hægt að fá öll næringarefni úr grænnkjötamat? Er erfitt að vera vegan? Og þarf maður að passa sig og vanda sig til að halda góðri heilsu á vegan fæði? Svarið er Ok, þá vill ekki næsta slæd koma. Jú, þarna kom það. Þeir sem ekki neyta dýraafurða þurfa að taka eftirtalin efni sem fæðubótarefni. Það er B12, D-vitamin og jóð. Punktur. Þannig að nei, þetta er ekki flókið. Þetta spray sem þið sjáið hérna, Vegan Health Spray, er með öllum þessum efnum. Þið takið þetta spray einu sinni á dag og þá er þetta bara covered. En ég fór aðeins lengra onni í þetta, sérstaklega eftir ég tók eftir að húðin mín var svolítið þurr, eftir að ég var búin að vera vegan kannski í hálft ári eða eitthvað, að ég var kannski ekki alveg að hugsa nógu mikið um omega-3. Þannig að ég tek líka omega-3 sem er búið til úr þörungum, mæli mjög mikið með því og svo vegna þess að við búum á Íslandi, þá er þetta spray ekki nóg þegar kemur á D-vitamíni. Það ættu allir sem búa á norðlægum slóðum að taka 3-faldan skammt af D-vitamíni. Þannig að ég tek líka D-vitamín og mæli með því að allir gera það. Og þetta D-vitamín má finna í veganbúðinni sem er aðalsponsor Veganuar. En þetta má líka bara finna annars þar. En ég er mjög ánægð með þetta D-vitamín. Og líka, þetta er íslenskt omega-3 sem er unnið úr þörungum, þannig ég mæli líka með því. Það er alltaf gott að styrkja íslenska framleiðslu. Og já, ef þú borðar fjölbreyttan mat og ert vegan, sjá mína næstu, þetta er fæðuhringurinn, vegan fæðuhringurinn. Það er sem sagt hérna korn og hérna quinoa og hrísgrjón og kornmeti er þarna einn hluti. Svo er grænmeti og auðvitað hnetur og fræ og ávextir og svo eru baunir og linsubaunir og allt svoleiðis. Þetta er allt hluti af fæðuhringnum og hérna svo má ekki gleyma skyndibitafæðuhringnum. En það er mjög auðvelt að vera vegan á Íslandi í dag og það er mjög auðvelt að vera ekkert sérstaklega heilsusamlegu vegan.
Ég mæli ekkert sérstaklega með því. Ég er alveg búin að bæta á mig mínum COVID-kílóum sem að ég þarf núna að berjast við að ná að mér aftur, enda bara of mikið gott í boði. Og þú veist, við erum náttúrulega öll búin að éta sorgir okkar hérna síðasta árið. En það er engin afsökun fyrir því að borða kjöt þegar allt þetta er í boði. Það er Yum til dæmis er algjörlega veganstaður, Junkyard er algjörlega veganstaður, víða annars staðar. Ég held að sé ekki neinn skyndibitastaður á Íslandi sem býður ekki upp á vegan option, nema kannski hlöllabátar. En hlöllabátar er bara hlöllabátar, þoli ekki grænkera. En alls staðar annars staðar er hægt að fá vegan mat. Og það má líka kaupa tilbúin vegan mat sem er hollari eins og Spes í Granda Matöll. Þetta eru ekki sponsaðar auglýsingar nema fyrir Yum, sko. Þú veist, Yum er að borga okkur fyrir að segja að sé frábært, en það er líka frábært. Þannig að þeir þurfi ekki eins og að borga okkur fyrir það. Og Phoenix er uppáhalds kínverski veitingastaður minn, Kore Reykjavík með geggjaða blómkálsvengi, þeir eru þarna á myndinni. Ég er ekki einhver rosa fan af KFC, sérstaklega vegna þess að þau láta framleiða svo ótrúlega mikið af kjúkling fyrir sig að ég er ekkert rosalega mikið fan af því að styðja KFC, en þegar ég harðbakka slær, ef þú ert stödd á Selfossi og það er ekkert opið nema KFC, þá getur þú fengið vegan KFC. Og ég þurfti að gera það bara í gær. Þannig að það er engin fullkomin. En ég mæli með að borða fjölbreytt fæði, ég mæli með að pröfa ýmislegt, ég mæli með því þegar þið eru að byrja, og ég er örugglega að segja það í næstu slædd, hvað átt að gera til þess að taka þátt í veganor. Ekki kaupa dýr eða dýraafurðir, eldið hefðbundna rétti en skipti út kjöti fyrir plöntukjöt, til dæmis er hakk, hamborgarar, pulsur og allt þetta til. Það er að fá þetta allt vegan. Þetta fæst, það spyrja mér rosalega margir, hvar fæ ég þetta? En þetta fæst í öllum stórverslunum á Íslandi. Málið er að vegan kjötvörur, kjötlíki sem sagt, það er í frystinum en ekki þar sem ferska kjötvaran er. Þannig að fólk er alltaf að leita í fersku kjötvörunni að vegan kjötlíki, en það er í frystinum, farið bara þangað. Það er alveg frábærar vörur. Ég á sjálf barn sem er mjög matvant, en ég skipti bara út venjulega hakki fyrir vegan hakk og venjulegum hamborgurum fyrir veganborgurum, og þetta var bara ekkert mál. Þetta tekur smá tíma að venjast. Svo þegar eru búin að venjast því, þá skulle bæta inn baunum og linsum. Ég eldaði sko aldrei baunir eða linsur áður en ég varð vegan. Þetta var bara ekki ég kunni þetta ekki, ég vissi ekki hvernig maður ætti að gera þetta, en út af því tók ég þátt í veganvar, þá fór ég líka að skoða uppskriftir og ég bara googlaði uppskriftir út í óendanlega. Og núna er náttúrulega að finna uppskriftabækur frá til dæmis veganistum, frá Guðrúnu Sóley og frá fleirum. Þannig að þetta er ekkert mál. Og ég mæli með því, núna er það besta sem ég fæ, það er einhverja baunakássur með alls konar gremmiti og kryddum og þetta er svo fjölbreytt fæði. Og tofu, mér fannst tofu ógeðslegt þegar ég var vegan. En það var bara út í að ég hafði aldrei fengið það almennilega eldað. Ég meina, auðvitað er það ógeðslegt. Ég meina, kjúklingur sem er ekki með neinu kryddi og engu, hann er líka ekkert góður. Og sama með tofu. En þú marinerar það, þú steikir það, þú gerir eitthvað gott með það, þá er tofu gott. Nú er tofu eitt af mínum uppáhaldsfæðum og það er mjög próteinríkt. Og nei, það er ekki erfðabreytt. Það halda mjög margir að við séum alltaf að borða eitthvað erfðabreytt soja. En er ekki með erfðabreyttu soja. Er algjör snilld, ég mæli með og tofu sem þú fær til dæmis bara í bónus, það er ekki með erfðabreyttu soja. Þannig að þú ert ekki að borða eitthvað erfðabreytt soja fyrir utan það að það er ekki vegan fólk sem er að rækta allt þetta soja, vegna þess að 80% af því soja sem er ræktað, það fyrir hvað? Það fyrir í mat fyrir dýr. En við erum ekki að borða dýrin, við erum bara að borða þessi 20% sem eftir eru. Þannig að, já, ekki vera hrædd við að borða soja. Það er líka algjör vitleysa þetta hafi áhrif á hormóna búskap karlmanna. Þú ert að borða mjög mikið af soja til þess og þú þarft að borða það í þessu erfðabreytta. En vitið hvað hefur meiri áhrif á hormóna karlmanna? Mjólkurvörur. Það eru hræðilega miklir hormónar í kúamjólk, vegna þess að
kúamjólkin á að láta kálfinn vaxa frá því að vera, hvað hann mörg kíló þegar hann fæðist? 20 kíló, 20 til 30 kíló hann þegar hann fæðist. Hann á að vera 200 kíló á hálfu ári. Það svolítið mikið af hormónum og næringarefni sem fer í það og það segir sig sjálft að kúamjólk ekki búin til fyrir fólk. Við fæðumst þannig einhver 3 til 4 kíló og eigum svo að vera 70 til 100 kíló fyrir eftir stærð. Þetta meikar ekki sens. Við eigum ekki að borða kúamjólk. Pantið ykkur vegan þegar að borða úti. Eins og staðan á Íslandi í dag, þá alls staðar að fá veganmat. Spurjist fyrir. Spurjið okkur sem eru vegan. Við erum alltaf sjúklega til í að svara spurningum og hjálpa nýju veganfólki. Ég mæli með að þið farið á Vegan Ísland. Ég held ég er líka með slæt það. Ég segi ykkur fyrir betur frá því eftir. Og ekki berja ykkur niður og segja þessu fallin ef þið gerir feilspor. Það ekkert þetta falla í veganor. Það engin lögga að fylgjast með þér og þú ert ekki alkóhólisti. Þetta ekkert eitthvað, ég fekk mér bjór, ég fallin eða ég fekk mér óvart kúamjólk í kaffi, nú ég fallin, nú ég ekki lengur í veganor. Nei, það ekkert svoleiðis. Þú bara hugsar, shit happens, held áfram. Við erum bara öll að gera okkar besta og enginn á okkur fullkominn. Og svo bara njóta þess. Njóti þess í alvöru að pröfa eitthvað nýtt. Það var það sem ég fann skemmtilegast í veganor. Að ég bara fattaði til dæmis út, ég baka mjög mikið. Ég get baka hvað sem án þess að nota egg. Og googlið það, aquafaba, kjúklingabaunasafi. Þið notið það bara í staðinn fyrir egg, þið getið baka hvað sem Þetta eru heimildarmyndir sem ég mæli með að þið horfið á í veganor. Dominion fjallar dýraeldi. Þetta aðalega tekið úr myndbandskerfum innan úr verksmiðjum í Ástralíu. Ég held að þetta hafi verið tekið upp 2017 og 2018. Við sýndum þessa mynd í Bíó Paradís þegar hún kom út og vorum með fullan sal. Þetta átakaleg mynd. Ef þú ert alveg ákveðin í að vera vegan, þá kannski, og ert búin að gera þessa tengingu við dýrin. Ég sjálf var búin að gera tengingu við dýrin þegar ég var vegan. Og ég horfi ekki á svona myndir. Ég hef ekki hort á Dominion, ég hef ekki hort á Earthlings, ég hef hort á trailerinn og farið að grenja. Vegna þess að ég get ekki komið þessum myndum úr hugskotssjónum mér. En ef þú ert þar, að þú ert í rauninni ekki mennina samkennd með dýrum og þekkir ekki dýr eða gerir grein fyrir því hvernig þau þjást í þessum iðnaði, þá mæli ég mig og horfir á þetta. Þess að við viljum allir vera betri manneskjur. Rétt eins og við erum á móti kynþáttafordómum og þrældómi hjá fólki, þá vorum við það ekkert áður en við vissum hversu slæmt fólk hefði það. Og ef við vitum ekki hversu slæmt dýrin hafa, þá okkur kannski bara alveg sama. En ég veit það bara fyrir mitt leyti að fyrir mér eru dýr ekki matur. Og þegar maður komin á þann stað, þá maður ekkert lengur að fara að snúa við. Ef dýr eru bara einfaldlega ekki lengur matur. Þau eru bara dauð dýr og ekki til átu. Heyrðu, en What the Health líka mjög góð. Hún fjallar hvernig hægt að sigrast á mörgum sjúkdómum á þess að taka lyf, bara með breyttum lífsstíl, með breyttum mataræði. Cowspiracy líka góð. Hún fjallar umhverfisáhrif dýraafurða iðnaðarins. Margt af því sem ég fór yfir áðan einmitt líka stiklað á í Cowspiracy. Og bara fín mynd sem sýnir líka hvernig hagsmunaaðilar, hvað þeir eru sterkir í að telja okkur trúum að hlutir séu góðir fyrir okkur. Hversu mikla peninga þeir eiga til þess að telja okkur trúum að við þurfum á mjólk að halda og við þurfum á kjöt að halda þegar við þurfum það í rauninni ekki. Þannig að ef þú eru áhuga á að vitum hvernig heimurinn virkar og hverjir ráða í raun, þá mæli ég með Cowspiracy. The Game Changers, frábær mynd íþróttafólk sem á plöntumiðuðu fæði og rannsókn sem gerð á því hvernig þeim vegnaði áður við fóru á plöntumiðuða fæði og hvernig vegnaði eftir og sögur frá þeim sjálfum. Og það rosalega mikið af
gríðarlega flottu íþróttafólki sem plöntumiðað og snýr ekki aftur. Og ég var einstaklega glöð að sjá þegar að Sara Sigmunds sagði í viðtali að hún borðaði einungis plöntumiðaða fæðu og samt hún ein af okkar fremstu íþróttakonum. Forks Over Knives frábær heimildamynd The China Study, kínverska rannsóknin sem gerð var yfir 30 ára tímabil á held ég 60.000 manns. Það voru 30.000 manns í rannsókninni í Kína og 30.000 manns í Bandaríkjunum og fylgst var með þeim og hvað þau voru að borða og hvernig heilsa þeirra var og tekið saman. Forks Over Knives mjög góð mynd þessa rannsókn, því að rannsóknin getur oft verið óslega leiðilegur og leiðilegt að lesa þær yfir, en þú horfir bara á þessa mynd og þá veistu svona aðalatriðin úr rannsókninni sem tók 30 ára að gera á 60.000 manns og þú sér svolítið svart á hvítu hvaða fæði best fyrir þig. Ég var bara í gærkvöldi til þess að fá inspiration fyrir þennan fyrirlestur og horfa á Vegan 2020, en þessi mynd bara á YouTube, ég mæli með henni og við munum líka segja frá fullt af myndum fyrir næsta fimmtudag þegar við erum með hvatningadag veganúar. En já, ég mæli með Vegan 2020 sem segir svolítið frá því hvernig kórónuveiran tengist dýraeldi og hvernig ástandið í heiminum hvað varðar framleiðslu á dýraafurðum. Þetta sem sagt síður sem ég mæli með að þið fylgist með. Auðvitað það að fylgjast með Veganúar ef þið eru að horfa á þetta vegna þess að þetta live á Veganúar, en fara á veganúar.is, þar erum við með uppskriftabók og þar erum við með matarplön sem ég mæli með að þið kíkið á og ýmsan fróðleik það sem ég er búin að vera að stikla á hér. Fylgið okkur líka á Instagram, þar ný manneskja sem að taka þátt í Veganúar eða vegan með story á hverjum degi, þannig að kynnist mjög mörgum og fjölbreytilegum hópi grænkera sem að urðu grænkera fyrir mjög misjafnar ástæður. Ég meina, í dag eiginlega vinsælast að verða vegan af umhverfis ástæðum og það bara gott og blessað og fólki þar segir ykkur frá því af hverju það vegan og hvernig gengur. Þannig ég mæli með að fylgja Veganúar Iceland á Instagram og auðvitað að fara í hópinn Vegan Ísland. Akkurat núna þá eru 23.600 manns á Vegan Ísland. Þar getið spurt að öllu sem ykkur dettur í hug. Það engin spurning heimskuleg. Þið megi líka spyrja hér fyrir neðan. Ég vona að sé einhverjar spurningar, en þess að það engin spurning of heimskuleg fyrir mig að svara. Endilega skjótið á mig. Og endilega komið í Vegan Ísland hópinn, þið þurfa að svara nokkru spurningum til að koma inn vegna þess að við viljum ekki tröll. Það actually til anti-Vegan Ísland hópur, en það bara eitthvað 1000 manns í honum. Við erum 24.000 mestu því, þannig að ég held að við trompum þau. Við erum engar áhyggjur af þeim. Dagskrá Veganúar ekki að verri endanum. Eins og ég sagði áðan, þá ótrúlega skrítið að halda Veganúar á tímum sem þessum þegar eru svona mikla samkomutakmarkanir. En við tökum ábyrgð og við reynum að gera þetta online sem mest á fimmtudaginn í staðinn fyrir að bjóða í bíó. Þá ætlum við að hvetja fólk til þess að horfa á bíómynd og við munum mæla með bíómyndum og þið skulum bara fylgjast með hérna á Veganúar síðunni. Munum skrifa og mæla með bíómyndum og segja ykkur frá því hvar þið getið nálgast þær. Það verður hægt að nálgast þær ef þið eru með Netflix, þá einhverjar myndir sem hægt að nálgast þar. Sumar hægt að sjá á YouTube eins og Vegan 2020 á YouTube. Sumar á Amazon Prime og aðrar jafnvel hægt að finna í sarpinum og RÚV. Þannig að endilega fylgist með á fimmtudaginn 7. janúar. 14. janúar erum við með Trúnó. Þá höfum við fengið 6 aðila til þess að segja frá því hversuna þau eru vegan og þetta hefur alltaf verið ótrúlega skemmtilegt og einlægt og svona fjölbreytilegur hópur sem hefur mætt og við munum hafa þetta bara á Zoom-fundi sem að verður svona í beinni útsendingu eins og þessi í þetta sinn.
En 21. janúar þá málþing dýravernd. Þetta svona okkar pólitíska málþing. Þá munum við fá aðila sem að einhverju leyti kemur að dýravernd til þess að vera í pallborði. Fólk sem til dæmis eftirlitsaðila með dýravernd og önnur samtök sem að telja sig vera vinna í þeim málum. Þau vera í pallborði og svo verða líka fulltrúar frá flestum stjórnmálaflokkum, eða þeir hafa allavega hingað til mætt svona frá flestu stjórnmálaflokkum þegar við höfum tekið eitthvað fyrir á málþingi til þess að spyrja og segja sína meiningu á því sem fram fer. Þannig að ég mæli með að þið fylgist með málþinginu 21. janúar, það verður mjög flott. Svo 28. janúar erum við í samstarfi við Landvernd, þá málþing fiskeldi og það líka eins og ég sagði áðan mjög mikilvægt að við hugum að öllum þáttum sem kemur á fiskeldi og myndum okkur skoðun út frá réttum upplýsingum. Og já. Lokahóf veganúar verður með breyttu sniði. Við höfum oftast haldið Pálinnuboð og það núna síðasta dag janúar, en í staðinn fyrir að halda Pálinnuboð og hittast sem við megum ekki og hafa eitthvað hlaðborð, þá munum við safna saman afsláttartilboðum á veitingastöðum. Þannig að fólk getur pantað sér mat og farið heim og það verður svona Kahoot-partí. Þannig að við verðum með smá partí og það verða verðlaun. Og já, og við erum líka með leik í gangi. Ef þið followið okkur á Instagram, ef þið followið Grænkera, followið Grænkeri á Instagram og þar gjafaleikur. Þú getur sem sagt unnið máltíð og jömm, gjafabréf í veganbúðina, svona ból sem ég í. Þetta sem sagt veganbólurinn 2021, hún Sunna Ben, hún hannaði logo að þessu sinni og þetta bara sterk grænkerastelpa með gulrót og textinn á honum hvers vegan ekki. Það sem sagt að vinna svona ból og líka tösku, svona innkaupatösku og líka bókina hvers vegna borðum við ekki dýr. Þannig að endilega followið samtök Grænkera á Instagram og veganúar á Instagram og okkur alls staðar. Ég verð að minnast á það að aðalstyrktaraðilar veganúar í ár eru jömm og veganbúðin og það akkurat núna komin í gang afsláttarkóði á veganbúðinni á netversluninni, þannig að þú fær 15% afslátt út daginn á morgun, svo til miðnættis á morgun mánudag þá færðu 15% afslátt í veganbúðinni. Þannig að endilega, já, og ef þið langar í ból, það til til herrasnið og kvennasnið og svo til barnabólir frá 7 til 11 ára. Þannig að 7 til 8 og 9 til 10, eitthvað svoleiðis. Þið bara sendið tölvupóst á veganbúðina ef þið viljið ból. Hann ekki vegan netverslun út í að það svo mikið af stærðum til og það eru 3 snið, þannig að það var pínu flókið. Þannig að sendið bara tölvupóst þangað. Heyrðu, nú ætla ég að hætta að séra skríninu og aðtökast því sem einhverjar spurningar. Það spurning, af hverju eru lömb með svona mikið kolefnisfótspor þar sem þau lifa villt á sumrin? Eins og ég sagði, áðan, og svo ég sé ekki að segja eitthvað bull. Það náttúrulega vegna þess að við erum með framræst land, þannig að allir þessi skurðir sem þú sérð út allt land, það kemur losun frá þeim. Ef við erum ekki að nýta landið sem við þessa skurði, þá bara mjög mikil losun af gróðurhúsalofttegundum úr þeim og þess vegna átak í gangi sem stuðlar að því að við fyllum upp í skurðina. Við þurfum að gera það. Einnig þá eyðileggja kindur vistkerfi Íslands. Þau éta alla plöntur sem að kjafti koma og plöntur náttúrulega jafna út kolefnisspor okkar. Við þurfum plöntur til þess að framleiða súrefni. Þannig að já, lömbin með svona stórt kolefnisfótspor einmitt út af því að þau eru laus úti. En ekki viljum við tróða þeim samt inn í verksmiðjur. Þess að þau verður samt með stórt kolefnisfótspor vegna þess að við værum samt að rækta rosalega mikið af grasi fyrir þau og fæði. Þannig að já, því miður þá eru kindurnar bara
með svakalegt sótspor, elsku dúllurnar. Er hægt að panta og sækja í veganbúðina? Ég veit það ekki. Ég held það. Ég held að hljóta vera hægt að panta og sækja. Fyrst að það er hægt að panta og fá sent heim. Vegna þess að lager veganbúðarinnar er bara þar sem búðin er. Þannig að eflaust getur það og þú getur örugglega bara sent tölvupóst á veganbúðina. Bíddu, ég ætla að kíkja hver tölvupósturinn er. Það er veganbúðin@veganbúðin.is. Er það að segja mér að segja enga fleiri spurningar? Eru það ekkert forvitin? Þegar ég er í Bíó Paradís að kynna þá fæ ég alveg fullt af spurningum og oft eru reyndar mjög góðar umræður í gangi. En það er kannski öðruvísi út því við erum online. Og þið náttúrulega sjáu þetta líka aðeins eftir að ég er búin að segja hlutina. Þannig ég ætla að bíða smá stund. Ég er sko með aðstoðarmann, hann að Evu Guðrún. Já, ég er líka að þakka fyrir alla hjálpina. Við erum sérst með veganúar sjálfboðaliða og það er ansi öflugur hópur sem við fengum þegar við héldum aðalfund núna síðast í haust. Við sérst erum með 8 manns í stjórn Samtaka Grænkera en við erum með sérstakann hóp sem eru sjálfboðaliða fyrir veganúar og er að hjálpast að gera veganúar að veruleika. Og það er okkur mjög mikið hjálp og ég vil þakka fyrir það og hún Eva sem er að senda mér spurningarna núna, hún til dæmis er ein af þeim sem hefur verið að hjálpa okkur og verið að halda uppi hérna fjörinu líka á Instagraminu og annars staðar. Og svo vorum við líka með sjálfboðaliðahóp með dýraathvarf en við í Samtökum Grænkera erum líka að aðstoða hóp sem hefur þann draum að stofna dýraathvarf í því að það verða veruleika. Þannig að við erum með sjálfboðaliðahóp þar og ég er bara ótrúlega ánægð með það. Það er spurt út í matarplönin. Það er 3 matarplön á veganor.is svo getur tekið. Það er svona fjölskyldumataplan, það er heilsumataplan og svo er að létta, eða það er svona ekki létta, heldur auðveldaplanið. Þar sem að þú líka færð svona hugmyndir af mat sem er auðvelt að búa til eða bara kaupa tilbúið. En þau eru svolítið outdated, ég verð að viðurkenna það. Þannig að ég myndi frekar mæla með, það voru einmitt sjálfboðaliðar hjá okkur, Sædís Karen og Björk, sem gerðu uppskriftabók. Og ég held að séu 36 uppskriftir jafnvel, þegar nú er ég að flettis upp. Í uppskriftabókinni. Þú getur fengið hana líka á veganor.is. Við mælum með því að fólk borgi fyrir hana, en þú getur tekið hana frítt þannig að hún er bara hana. En það kostar að halda út í öllum þessum viðburðum sem við erum að gera. Við erum öll í sjálfboðavinnu, við fáum engin laun fyrir það sem við erum að gera. En við erum á venjulegum tíma, þá erum við að leigja bíósali og bjóða upp á bíósýningar. Við erum að halda málþing og fræðsluerindi, leigja staði, þú veist, og ýmislegt sem við erum að gera, búa til fræðsluefni, prenta bæklinga, prenta bóli og svoleiðis og þetta kostar allt. Þannig að við mælum með því að fólk borgi 1.500 krónur fyrir uppskriftabókina en það má líka bara borga 500 kall eða 2.000 kall, bara það sem við vilja. En það er sem sagt á veganor.is og mér langar að sjá hvað margar uppskriftir. En þess að átt að vera 31 uppskrift eins og dagarnir í janúar en það urðu fleiri. Og það er alltaf verið að bæta við. Já, mér sýnist alveg vera 50 uppskriftir. Og það er sko allt frá bara Mexíkó kássa, linsubauna bolognese, grjónagrautur, tófúhræra, heimabökuð pizza, burritos, burgerkvöld, gulrótarlox sem er svona lax, eins og reyktur lax. Svo er þetta baka líka, það eru vöfflur og pönnukökur og kleinur, allt í þessum frábæru uppskriftabækling sem ég mæli með. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, mér sýnist ekki að vera mikið af spurningum, ég ætla að kíkja einu sinni enn.
Já, það var einhver sem var að spyrja hvort að veganbúðin sendir út á land. Ég verð að spyrja veganbúðina og biðja þau að svara þessu í athugasemdum, þannig að ég veit það ekki. Og sú sem spurði að þessu, hún sagði líka að vera erfiðara að vera vegan út á landi og ég get trúað því. Það er erfiðara. En það er hægt. Ég allavega ferðaðist eins og allir Íslendingar, aðalega landið í sumar og ég gat alls staðar að fengi mat. Ég var bara í útilegu og þurfti að kaupa bara það sem að þoldi það að vera í útilegu og ég gat í flestum verslunum bara í litlum bæjum út á landi fundið eitthvað vegan og elda úr því. En ég geri mig grein fyrir því að það er erfiðara að vera vegan út á landi. Og ég skal bara svara þessu í athugasemdunum fyrir neðan þegar ég er búin að fá svar frá veganbúðinni. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég held ég sé búin að tala stanslaust í 1,5 tíma. Mér fannst það ótrúlega gaman. Ég vona að þið hafi haft gaman að hlusta á mig. Ég vona að ég hafi ekki verið að bulla of mikið eða of mikið að deila minni persónulegu reynslu nema fólk hafi bara gaman að því. Ég óska ykkur góðs gengis í veganúar og minn ykkur á, fara í Vegan Ísland hópinn og spurðu bara, þú þarft að vita eitthvað. Og ef þú fylgir okkur Instagram, þá máttu líka alltaf senda skilaboð á Instagram og þeir sem eru með story þann daginn munu svara eða spurja okkur hinn sem eru í samtöku grænkera. Og það er engin fullkomin, þú ert ekki að vera fullkomin, ef þú borðar og ert dýraafurð þá ert ekki fallin og það er engin veganlögga. Það er bara mýta. En gangi ykkur vel og takk kærlega fyrir að hlusta á mig.